Áfram höldum við hérna í Hofi, þar sem að Lísa, rokkhátíð samtalsins fer fram. Fjórða iðnbyltingin, hún náttúrulega mætt hérna, Þórunn Sveinbjarnardóttir hjá BHM, bandalagi háskólamanna. Fjórða iðnbyltingin, hún svona rétt að skella á, erum við að hugsa nógu mikið þetta? Hún byrjuð og það svolítið síðan hún byrjaði. Hún hóf innreið sinna í samfélög með snjallvæðingunni, gervigreindinni og við erum kannski stödd í henni, við vitum ekki hvort hún stödd í henni miðri en hún allavega hafin og hún nú þegar farin að hafa mikil áhrif á samfélög og vinnumarkað og við hjá bandalagi háskólamanna horfum við á hana út frá okkar verkefnum, það hvað breytist á vinnumarkaði, bæði störfin, ný störf sem verða til, einhver hverfa, verkefni sem breytast, hvað áhrif hefur tæknivæðingin á innihald þess sem við gerum og síðan þetta sem að við kannski erum mest að fjalla þessa dagana að fólk sinnir störfum með öðrum hætti. Það miklu algengara að til dæmis yngri kynslóðir séu ekki í fastri vinnu, heldur í harki, talaðu svona gig-hagkerfi. Verktakavinnu. Já, hark-hagkerfi þar sem þú ert í einhvers konar verktakavinnu og hefur í rauninni ekki möguleika á fastri vinnu en líka ekkert allir sem vilja hana. Og þá frá okkar sjónarhóli þarf að gera fólki grein fyrir því hvaða réttinda hefur verið aflað á vinnumarkaði og hvernig við tryggjum þessi réttindi, hvort sem það varðar sjúkrasjóði, orlof, söfnun í lífeyrissjóði og annað slíkt, eitthvað sem að allir þurfa á að halda því þetta eru svona hluti af þessum tryggingarkerfum sem að vinnumarkaðurinn hefur komið upp og eru mjög mikilvæg og kannski mega heldur ekki gleymast í hraðanum í öllum þessum breytingum. En við höfum heyrt mikið talað þetta, alla þessar tækni breytingar. Ég bara þumalputta reglan til fólks, hvernig á fólk að undirbúa sig? Ég held að þú verðir helst að undirbúa þig með því að stilla hugarfar þitt þannig að þú getir tekist á við breytingar. Ef þú ætlar að fara inn í lífið eða lifa lífiðinu þannig að allt verði bara eins frá því að þú ert tvítugur og þangað til þú ferð á eftirlaun, þá mjög líklegt að þú missir af alls konar tækifærum sem þú gætir fengið upp í hendurnar og eða bara hreinlega ekki verið ekki aflaði réttu menntunarinnar og annað slíkt. Þannig að við teljum mikilvægt að fólk sé tilbúið til að takast á við breytingarnar. Rannsóknir sem hafa verið gerðar sýna okkur að það sem skiptir mestu máli að tileinka sér skapandi og gagnrýna hugsun, sem eiginlega kannski það mikilvægasta, tileinka sér næga tækniþekkingu til þess að geta tekist á við breytingarnar og auðvitað líka gera sér grein fyrir því að þú aflar þér menntunar kannski fyrir tiltekið starf en á ævinni allri gætur þú skipt nokkru sinnum starfsvettvang þannig að þú færir bara í eitthvað allt annað og það kannski svona það nýja sem að við í stéttarfélögunum hjá BHM höfum verið að skoða sérstaklega það að fólk sem á vinnumarkaði frá svona cirka 25 ára aldri þegar kemur út úr háskóla í fyrsta sinn og þangað til að fer á eftirlaun, það skiptir starf að minnsta kosti 3 sinnum og margir miklu oftar og við þurfum líka að gera því kleift að mennta sig í nýjar áttir eða þróa sig betur á þeim vettvangi eða í því fagi sem það hefur valið sér. Já, þessi umræða fjórðu iðnbyltinguna hefur kannski verið svona nánast á neikvæðum nótum, svona eins og þetta sé flóðbylgja að skella á okkur, en fólk á eiginlega frekar að líta á þetta sem tækifæri til þess að gera eitthvað. Já, ég held að við verðum að gera það, af því að tæknibreytingarnar verða og þær eru að verða mjög hratt. Og við verðum sem einstaklingar auðvitað að reyna að vera svona í takt við tímann en ekki síður og það kannski það mikilvægast í þessu að þetta samfélagslegt verkefni. Við sem samfélag þurfum að hugsa hvernig þarf menntakerfið að breytast? Hvernig þurfum við að sjá við sem erum í stéttarfélögunum að passa upp á réttindi og vinnumarkaði?
hvers konar atvinnu viljum við efla á Íslandi á næstu 20-30 árum. En þetta ekki kannski líka svolítið það að það líka kannski fólk að fara að brjótast út úr þessu formi, þú veist, þessi skóli útskrifast vinna. Fólk kannski að líta á bara að mennta sig, fjarmennta sig einhvers staðar frá eða þess vegna bara mennta sig sjálf. Og mér að það alls konar þarfir, þú vilt auðvitað, flestir vilja afla sér starfsmenntunar eða háskólamenntunar til þess að hafa aðgöngum miðan að tilteknum störfum eða vettvangi sem þú vilt vinna á. Þú vilt líka margir vilja stjórna vinnutíma sínu miklu meira en hefur verið unnt. Sumir vilja vera í hlutastörfum, sumir vilja selja ráðgjöf sín eða sérfræði þekkingu með þeim hætti. Aðrir kjósa ennþá fast ráðningarsamband. Allt þetta þarf vinnumarkaðurinn að dekka. En getur þið ekki bara sumir vilja læra krónur. Þetta flott númer, það ekki? Þórunn Sveinbjarnardóttir, förum og hlustum hérna á krónuleikinn og öllúðra svekkjana. Þakka þér, Þórunn. Þá komið að lokum hjá okkur í föstudagsþættinum að þessu sinni hérna á Lísu í Hofi, en hann Múkisson, tónlistarmaður, hann kemur einmitt fram á hátíðinni og við fengum hann til þess að kíkja í stúdíóð hjá okkur niður á N4 og við ætlum að ljúka þættinum með tónlistaratriði frá honum. Takk kærlega fyrir.